Jæja, þá örugglega erfiðasti kaflinn í þessari ferð að baki. Róbert. Heldur betur. Öxi. Við styttum okkur leið. Gegnum fjallaveg sem heitir Öxi. Ein umtalaðasta heiði landsins held ég. Já, aldrei hittum hana. En ég mun eftir núna. Já. Hann Vilberg vinur okkar, þannig að hjólakappi frá Akureyri, hann ráðlaði okkur að fara af Öxi og svona eftir á þá hvað, voru að spara 60 kilometra. 60 km. Voru spara. Já, Við svindluðum smá, fórum út á þjóðvegi. Já, þetta samt, þú veist, þú átti alveg inni út af því að þetta var náttúrulega lífbúslegt. Þetta tók á. Þetta var malavegur og allt upp í móti og reyndi, bara lærjanúmer voru að brenna en Það hafðist. Gott veður. Það hafðist. Frábært veður. Núna erum við staddir 30 km frá Egilsstöðum. Við erum sérst hálfnær í dag. Við erum sem sagt á Austfjörðum, spyr svo sem það er komið að. Já, við erum reyndar ekki á Austfjörðum. Við erum á Austurlandi. Austurlandi? Já, við erum ekki komin. Já, við förum ekkert inn á Austfjörði. Ok. En það er það algjör óþarfi. Já. Þá er alveg gaman að koma, en mjög fallegt þar. En við förum ekkert austar en Egilsstaðir. Já, og við hefum hvað, 30 km eftir? 30 km þetta er Egilsstað og þar býður okkar heldur betur. Já, fancy pansy. Já, það er félag okkar sem er með sumarbústað, einhver 11 km utan Egilsstaði. Hann hringdi í mig í gær og bara vissi ekki hvar við værum, hvert við vorum að fara og svo fyrir eftir bara við vorum að fara fram í honum daginn eftir og hann sló til og ætlaði að bjóða okkur í gerðulausn. Það verður gott að komast svona í annað en brauð, hámark og bróteinstangir. Þó að hámarkinn sé góður sko, en Hámarkinn er nefnilega virkilega góður. Mjög góður, komið mikið óvart. En það er svona verður gott að komast í kjötmeti. Já. Við höfum það ekki. Já, við viljum alvöru mat líka sko. Já, við verðum að gera það. Þetta er búið að vera, já, þetta er 50 dagurinn hjá okkur og þetta er svona, maður er svona farin að skilja núna. Þetta er erfitt, ekki bara líkamlega, þetta er andlega og félagslega. Já. Þetta er erfitt á mjög marga parta og það er erfitt að halda fullu gangandi, en það hefst og góð mórallega á okkur. Já, búin að hitta mikið af skemmtilegu fólki. Já, ég ákvað að gerast hetja á þann og það eru þýskir túristar sem eru svona búin að vera alltaf að hjóla á sömu stöðum og við. Við erum búin að vera í sambandi við þau núna alveg í 3 daga og ég ákvað að vera mjög góður og ferjaði þau upp á Öxi. Öxi. Þau voru mjög þakklátt. Já. Að sleppa því. Þannig að þau þurftu ekki að hjóla upp en... Hvernig er því? Nei, en ég leiði Róbert að hjóla upp. Og mér fannst það mjög gott hjá mér að leyfa honum það. Og það er svolítið fyndið að þau fengu fara upp og hann tók fram úr þeim áður en að þau voru komin niður. Þannig að það kannski segir bara svona meira en það er að segja þetta afrek. Já. Við erum að góða það. Við erum mjög góður það. Minnum að styrtanúmerinn 903-3001 fyrir 1000 krónur og 903-3003 fyrir 3000. Við erum spenntari fyrir 3000. En það er samt allt í lagi og mátt alveg gefa 1000. Bara öll framlög. Já. Það er mjög gaman að fá 3000. Kunnum að meta það. Og félagið, við veitum að þeir kunna að meta það. Það fyrir allt hér. Já. En já, takk fyrir þetta og já. Heyrist hress á morgun aftur. Já, ef við sjáumst bara á Egilsstöðum. Já, við sjáumst á Egilsstöðum. Ef það er ykkur á Egilsstöðum, þá með ég endilega að taka mót okkur. Já, endilega, Egilsstaðir, við elskum ykkur.